og byrja. Já, ég får því. Góðan dag. Í dag þriðjudagurinn 22. febrúar 2022 og settur fundur í bæjarstjórn Akranesskurstaðar. Þetta bæjarstjórnarfundur nr. 147 og eftirtaldir bæjarfulltrúar eru mættir til fundar. Það eru Einar Brandsson, Elsa Lára Arnardóttir, Valgerður Óskarsdóttir, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, Kristinn Hafur Sveinsson, Ragnar B. Sæmundsson, Guðjón Viðar Guðjónsson, varabæjarfulltrúi sem situr fundinn í fjarveru Báru Dagadóttir, Ólafur Adolfsson, sem tengist fundinum í gegnum fjarfundabúnað og sjálfur heiti ég Valgarður Jónsson og embætti forseta bæjarstjórnar. Einnig situr fundinn Sævar Freyr Þráinsson, bæjarstjóri, Reynir Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs og Steinar sér ritun fundargerðar. Við göngum til dagskrár og fyrsta mál á dagskrá hefur málsnúmer 2108-135 jafnlaunavottun viðhaldsvottun 2022. Viðhaldsvottun jafnlaunavottunar fer fram þann 28. febrúar og 1. mars næstkomandi. Jafnlaunakerfi Akranesskurstaðar eru sífellt endurskoðun og lagðar eru til smávægilegar orðalagsbreytingar á jafnlaunastefnu Akranesskurstaðar. Samþykkt var í bæjarstjórn samþykktur þann 12. janúar árið síðasta ári. Velferðar- og mannréttindaráð, skóla- og frístundaráð og skipulags- og umhverfisráð samþykkja eða ekki athugasemdir við breytingar á jafnlaunastefnu og vísa stefnunni hér til samþykktar í bæjarstjórn. Og orðið laust þetta mál. Það enginn sem óskar eftir þetta máls og þá bið ég þá sem að samþykkja þær breytingar á jafnlaunastefnu sem fram koma í fundargögnum að gera svo ekki að verða. Samþykkt með 9 atkvæði. Já, annað mál sem 1906-136 reiknilíkan leikskólana og í þessu máli ætla ég að óska eftir því að varaforseti leysi mig af. Ég óska eftir að fá víkja að fundi meðan við ræðum hérna, eða meðan að bæjarstjórn tekur þetta máli. Það sem ég sem svo vanhæfan til að sitta fundinum. Þú sem gerir athugasemd við það, þú verður að mynda út og satt og ekki. Þannig að við gefum þá orðið laust reiknilíkanir sem að það enginn sem að eftir að verðum árs það var hérna já, þetta viðauki við fjárhagsáætlunina tillagan ekki hérna þetta til að lesa tillöguna. Þess að það lagt til að bæjarstjórn Akraness samþykki viðauka númer 1 við fjárhagsáætlun Akranesskurstaðar samtals að fjárhæð 6,9 milljónir króna sem mætt að liðnum
28304995 og fært á liðin 0410 landstrik 1691. Þeir sem eru þessu samþykktir ekki. Það samþykkt með 8 atkvæðum. 0. Þannig að þá byrjum við bara að forseta ganga í salinn aftur og taka við fundarstjórn. Það er það liður 3. Þakka varaforseta fyrir afleysinguna. Þriðji fundarliður hefur álsnúmer 22.271, kjörnir Jón Smiðjuvelli 28, leigusamningur. Leigusamning við Línuvélar e.h.f. Húsnæði fyrir kjörniðina á Smiðjuvelli 28 til 3 ára. Bæjarráð samþykkti fyrirliggjandi húsaleigusamning til 3 ára vegna starfsemi kjörniðinnar tímabilsins 1. maí 2022 til og með 28. febrúar 2025. Felur bæjarstjóra frekari úrvinnslu málsins og undirritun samningsins. Bæjarráð hefur samþykkt viðbótarfjármagn fjárhæð 5.865.200 krónur vegna ráðstöfunarinnar sem mælt verður af liðnum 2830 4995 verðaliðin 02 240 44 20. Virðisaukaskatt leiguhúsnæðis er að ræða sem getur ráð fyrir að fáist endurgreitt frá ríkisskattstjóra vegna virðisaukaskattsskyldrar starfsemi fjölliðina. Bæjarráð hefur samþykkt viðauka 2 vegna framangreinds og vísar honum til bæjarstjórnar til endanlegrar afgreiðslu. Og orðið er laust þetta mál. Það er fulltrúi Kristinn Elvi Sveinsson. Forseti og ræðufulltrúar og þeir sem hlýða. Ég ætla bara að koma upp og fagna ég þessu að tryggja fjölliðinni þessari starfsemi fjölliðinnar tiltakshúsnæði til 3 ára eða þá vonandi til þess að við reynum að klára samningsstöðuna. Tryggja þannig öryggi í starfi fjölliðinnar og svona ákveðinni samfellu fram að því sem er mjög mikilvægt. Það hefur verið svona fjölliðin hefur starfað núna eftir brunna mjög ágætishúsnæði en það er bara afgjöms að varkanta og líkt þeim að leysa þarna inn í húsnæði. Og verðum þá áfram í starfsemi einhver hluta að smíða nýju. Ég held að þetta sé bara mjög ágætisverk líkt því að tryggja þessa starfsemi og umgjörð hennar. Takk fyrir. Og ekki. Hér er að ræða viðauka sem er viðauki nr. 2 við fjárhagsáætlun Akraneskautsstaðar varðandi þessa tilfærslu milli liða sem við fórum yfir í inngangi málsins og þar með samþykkt á því að gengið verði frá þessum leigusamningi. Samþykkja áætlustu eins og stjórnendur. Það er samþykkt 9. Fjórða mál á dagskrá hefur málsnúmer 22.01 87, þetta er samfélagsmiðstöðin, Dalfred 8 uppbygging.
172. fundi velferðar- og mannréttindaráðs sem haldinn var þann 19. janúar 2022 var tekið fyrir erindi Dalbraut 8 uppbygging. Drög að erindisbréfi fyrir stýrihóp vegna uppbyggingar samfélagsmiðstöðvar að Dalbraut 8. Velferðar- og mannréttindaráð samþykkti fyrirliggjandi drög að erindisbréfi stýrihóps og vísaði drögunum til bæjarráðs. Á fundi sínum þann 10. febrúar 2022 samþykkti bæjarráð fyrirliggjandi drög að erindisbréfi sama erindisbréfi vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar samfélagsmiðstöðvar Dalbraut 8. Gert ráð fyrir að í stýrihópnum verði 2 fulltrúar bæjarstjórnar og annar þeirra gegni formennsku, ytri verkefna eða fagstjóri og fulltrúar frá viðkomandi fagsviðum, það velferðar- og mannréttindasviði, skóla- og vísindasviði og skipulags- og umhverfissviði. Stýrihópnum ætlaði að leggja fyrir tillögur á sameiginlegum fundi bæjarráðs, velferðar- og mannréttindaráðs, skóla- og vísindaráðs og skipulags- og umhverfisráðs ásamt öðrum hagsmunaaðilum eigi síðar en 1. ágúst næstkomandi. Eðli máls samkvæmt getur orðið breyting á skipan bæjarfulltrúa í hópnum í kjölfar sveitarstjórnarkosninga um borgina. Það rétt að fara aðeins yfir málið sem slíkt, en við erum hér að tala uppbyggingu samfélagsmiðstöðvar Dalbraut 8 sem að bæjarstjórn öll hefur staðið saman að því að taka ákvörðun samfélagsmiðstöðin hýsa fjölliðina, vísindamiðstöðin á Þorpið og starfsemi sem það hefur verið að Hvítási og endurhæfingarhúsið hver. Þessar 3 einingar hver hafa sinn sérhluta í húsinu með því að hafa undir sama þaki, hægt að samnýta rými yfir daginn, hægt að hafa þau veglegri en ella og gefur það ýmsa möguleika upp á samnýtingu rýma og það bara undir þeim starfshópum sem að taka við hugmyndinni í COVID hvað hægt að gera í miðstöðu sem þessari. Með uppbyggingu samfélagsmiðstöðvar er hægt að byggja þjónustu og tækifæri til frístundastarfs fyrir almenna borgara og frístundastarf fyrir fatlaða sem til dæmis hefur ekki verið mikið hér í bænum hingað til. Það má byggja upp miðstöð sem endurspeglar og fagnar margbreytileikanum í samfélaginu, starfar í anda samfélags án aðgreiningar í víðu skilningi og eykur möguleika íbúa á fjölbreytni í tengslamyndun og samfélagslegri þátttöku. Það fyrst og fremst það sem vakir fyrir bæjarstjórn með þessari ákvörðun. Það að opna möguleika á opnu samfélagi fjölbreytni starfi. Það rétt að taka það fram að meðal þeirra gagna sem að bæjarstjórn hefur nú í höndum og eru meðal gagna undir þessu máli og öðrum skyldum málum varðandi þessar ákvarðanir og þessar framkvæmd undirskriftalisti, 606 undirskriftir sem að bæjarstjórn var afhent hér fyrir skömmu af starfsmanni í fjölliðinni sem að stóð fyrir þeirri undirskriftasöfnun. Það sem að við erum hvött til þess að skilja ekki af mismunandi hluta þeirra starfsemi sem það í fjölliðinni í dag. Og það gagn bara eitt af gögnum málsins og á okkar borði nú og verður áfram. En ég ætla að láta þennan inngang nægja, en hér sem sagt liggur fyrir hjá okkur að annars vegar það sem að liggur núna hér fyrir bæjarstjórn erindisbréf stýrihóps varðandi uppbyggingu samfélagsmiðstöðvar á Dalbraut 8 og það laust. Það fyrir svo. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar ráðið sem á víða með einhver forvitni á að vita hvernig hugmyndin
hverjir yrðu í þessum stýrihóp. Ég finnst það rétt að væri aðstandendur ástanna fjölmiðla sem kannski yrðu í þessum stýrihóp. Meðan við það sem að undan hefur gengið þá tel ég það rétt að yrði leita til aðstandenda starfsmannafélaga. Engi að koma að þessum að þetta er svona nýtt innlegg í þetta. Takk fyrir. Guðjónsson lokum máli sínu og Kristinn Sveinsson var árið fyrir svo það. Forseti ágætu bæjarfulltrúar og það sem á hlýða. Ég vil bara fagna því að við sem komum á stað við sem bara að samþykkja einskrifa stýrihópinn og geta sett inn í gang. Þetta er mikilvægt skref í framförum, finnst mér, í málefnum allar Akranesi. Og ég tek undir við þarf ekki bara í raun og veru að tekja aftur það sem forseti sagði hérna áðan, þetta var samræður sem kom fram í hans inngangi. Varðandi stýrihópinn, þá náttúrulega stýrihópurinn í raun og veru frekar fámenn hópur fólks, þeir fólki sem kjörnum 15 ára síðan verkefnisstjóri og sviðsstjórar þeirra sviða sem kemur að, sviðsstjóri velferðar og mannréttindasviðs og sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs og sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs. En þessi hópur er ekki fara starfið innan vakuumhaldið, hann er að fara að sækja sér þekkingu og sækja sér bara akkúrat svona stýra vinnunni og ég aðeins stoppa þarna því ég var að leita orði sem er samvinnu við hlutaðeigandi sem koma á máli. Undir stýrihópnum munu starfa aðrir hópar og þá hver með á sínu með sína einu. Og sjálfsögðu munum við sækja og fá skoðanir þeirra sem nýta sér samfélagsmiðstöðina og þeirra sem hluti af máli bæði fatlaðra starfsmanna, leiðbeinenda og foreldra, barna, unglinga og frá líka þeirra sem ber. Þannig að við erum að í raun og veru að stýra vinnunni, en síðan eru mjög margir aðrir sem koma að. Meginverkefni stýrihópsins sem verða eftirfarandi að vera í reglulegri samvinnu við hönnun samfélagsmiðstöðvar, funda með notendur samfélagsmiðstöðvar og öðrum hagsmunaaðilum og síðan að leggja fram tillögur fullgerða hönnun og útboðsgögn fyrir Akraneskaupstað og leggja fram kostnaðaráætlun, heildarframkvæmd og svo bara aðra hluti sem skipta máli í vinnu. Vera í ég fæ ábendingar úr öllum áttum og við erum að vinna með þeim hagaðilum sem viðkomandi samfélagsmiðstöð og væntanlega geta bara að tala þá líka núna svo ég fyrir að koma bak til að ég fagnaði líka þessum bara í útvíkkaða áætlun hús með þeirri starfsemi sem við ætlum að koma fyrir þar líka og það er náttúrulega bara saman sem gildir þar. Eins og hefur lokið máli sínu, þeir sem óska eftir að þetta var ekki lóta til. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég vil bara koma hér upp fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins og lýsa ánægju með þetta verkefni. Þakka forseta fyrir góðan inngang
að þessu máli. Ég persónulega mjög stolt af þessu verkefni og ég finn það mikill samhugur í okkur öllum sem sitjum í bæjarstjórn. Það hefur verið gaman einhvern veginn að takast á við umræðina þó að það hefur blásið eitthvað á móti. Þá einhvern veginn oft líka bara styrkist maður í trúnni. Við erum einhvern veginn ekkert á þeim stað að finna kannski kveintu pjóli. Við erum líka að leita okkur ráðgjafar hjá öðrum sveitarfélögum sem hafa gengið í gegnum breytingar á svona starfsemi. Og það er líka hollt fyrir okkur sem erum að takast á því svona, því að allar breytingar geta verið erfiðar. Og það er bara eitthvað fyrir okkur að takast á við. Ég segi að það þarf líka kjark og ég stolt af okkur sem hóp að stíga þetta skref og hugsa málið svolítið upp og nýtt með þeirri ráðgjöf sem við höfum verið að fá. Því að við höfum leitað víða fanga og upplýsingar. Mér finnst mikilvægt að það komi fram. Varðandi stýrihópinn þá fannst mér formaður Réttinda- og mannréttindaráðs koma vel á orði þá hann fengið hjálp við það, hvaða orðan ætti að velja. Og gerði hann það bara vel og ég bara full að trúa að þetta erindisbréf sé gott og þessi stýrihópur verði faglegur og eins og sagt að þetta ekkert eyland í þessu verkefni. Það þarf að leita víða upplýsinga og heyra ólíkar raddir. En jafnframt hafa líka kjark í að keyra verkefni áfram. Og við vitum að það gæti náttúrulega alltaf í svona málum eins og öðrum málum og þá eru menn ekki alltaf sammála en þá kannski reynt að fara einhverja leið sem sætti sem flest sjónarmið. Ég held ég hafi ekki fleiri orð þetta nema þá bara hafa ekki með þetta að þetta sé komið á þennan stað og hvet okkur jafnframt í því að halda vel á spöðunum og því að við erum með tímapressa á okkur líka þó þau séu í árum að þá held ég við verðum að halda vel á spöðunum bæði kjörnir fulltrúar og embættismenn. Fyrir og næsta mannréttindaráð Elsa Lára Arnardóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjórar og aðrir sem á víða. Ég vil bara koma hér upp í ræðustól eins og aðrir bæjarfulltrúar sem hafa komið hér undan mér og fagna þeim áfangar sem við erum á að við séum hér með tvö erindisbréf sem tekin eru fyrir á þessum fundi hér og verið að samþykkja þau að ég vona. Mikilvægt framfaraskref að mínu mati. Ég er líka bara mjög glöð við sem komin að þennan stað af því að í allt of langa tíma við bæjarfulltrúar oflöngum tíma í það að kannski þræsta okkar á milli sem var vissulega kannski tapiði þá framtíðaruppbyggingu sem við sjáum nú fram á og auðvitað skilum að það vel að starfsmönnum og öðrum sem fara að lengja sá tíma og þess vegna það afar mikilvægt þess að við komum þann stað sem við erum á núna að við sem horfum fram á veginn og við nýtum tímabilið þannig að sem fyrst eins fljótt og kostur við þá sjáum við frábæra aðstöðu fyrir eins og forseti og aðrir hafa komið inn og fyrir fjölriðinu, fyrir hottið og starfsemi sem þar og fyrir endurhæfinguna hver. Aðstöðu þar sem samráð verður haft við mismunandi hópa hvernig muni líta út að innan hvaða og hvernig þessir aðilar geta sína starfsemi rúmast innan þessara glæsilegu samfélagsmiðstöðvar sem bæjarstjórn hefur samþykkt að ráðast í og ég vil með bjartsýni horfa fram á veginn
og ég er þess fullviss að það góða fólk sem hefur valist í það stýrihóp muni af öllum sinni krafti og sinni þekkingu leita ráða hjá öllum hagaðilum og með því á maður við starfsfólk þessara vinnustaða, þar með talið fjölmiðlunar og hjá aðstandendum og öðrum sem jafnvel þekkja mun betur til, heldur kannski við sem ákveðum hvert staðsetningin á að vera. Þannig ég hlakka til að fylgjast með þessu samstarfi sem framundan og óska ykkur öllum bara sem að þessu munu koma mjög góðs gengis. Takk fyrir. Takk fyrir. Það er umhverfið Salóme Arnardóttir. Það eru fleiri sem óskar að tala máls í þessum fundali. Og ekki, og þá finnum við hér upp til afgreiðslu fyrirliggjandi tillögu erindisbréfi stýrihóps vegna uppbyggingar samfélagsmiðstöðvar að Dalbraut 8 sem samþykkt erindisbréfi Kjörsóknargjöfnarki. Samþykkt með 9 atkvæðum. Þá í beinu framhaldi gerir forseti á tillögu að fulltrúar bæjarstjórnar í starfshópnum verði Einar Sveinsson og Einar Brandsson í stýrihópnum, fulltrúar bæjarstjórnar í stýrihópnum. Einar Sveinsson og Einar Brandsson. Einhverju sem vilja ræða þá tillögu? Nei, einhverju þeir sem að samþykkja það Kjörsóknargjöfnarki. Það er samþykkt 9. Þá förum við í 5. fundalið. Kalmarsvelli 5, áhaldahús, fjölið minnihluti og búkolla. Uppbygging á húsnæði, þessi fundalið fyrir málsnúmer 22 01071 og á 178. fundi velferð- og mannréttindaráðs, 19. janúar síðastliðinn, var tekið fyrir og samþykkt rauða erindisbréfi fyrir stýrihópum að uppbyggingar á húsnæði við áhaldahús, fjölið vinnu- og hæfingarhluta og búkollur. Velferðar- og mannréttindaráð vísaði drögunum til bæjarráðs til endanlegrar samþykktar og bæjarráð samþykkti drögin að erindisbréfinu á fundi sínum 10. febrúar síðastliðinn. Gert er ráð fyrir að í stýrihópnum verði 2 fulltrúar bæjarstjórnar og annar þeirra gegni formennsku, fulltrúar fjölmiðlunar, áhaldahús og búkollu og fulltrúar frá viðkomandi fagsviðum, það er velferðar- og mannréttindasviði og skipulags- og umhverfissviði. Stýrihópnum ætlað að leggja fyrir tillögur á sameiginlegum fundi bæjarráðs, skipulags- og umhverfisráðs og velferðar- og mannréttindaráðs ásamt öðrum hagsmunaaðilum eigi síðar en 2. apríl. Og það er laust þennan fundalið. Það er enginn sem útreiðir þessu ljós og þá tökum við til afgreiðslu tillöguna og biður þeim sem að samþykkja fyrirliggjandi erindisbréf stýrihóps vegna uppbyggingar á húsnæði fyrir áhaldahús, fjölið vinnuhluta og búkollu að Kjörsóknargjöfnarki. Það er samþykkt 9-0 og þá í beinu framhaldi fyrir forseti frá tillögu að fulltrúar bæjarstjórnar í stýrihópnum verði þeir Einar Sveinsson og Einar Brandsson og þeir sem að samþykkja það Kjörsóknargjöfnarki. Það er einnig samþykkt 9-0. Þá förum við í 7. fundalið. Hann hefur málsnúmer 22.002, fundagerðir bæjarráðs á árinu 2022 og lagðar eru fram 3 fundagerðir frá fundi númer 3489, 10. febrúar síðastliðnum, 3490 á 14. febrúar síðastliðnum og 3491 á 15. febrúar síðastliðnum. Það er laust þessar fundagerðir bæjarráðs. Það er ekki losmastókir, svo er þetta
Forseti, bara eitthvað klára aðri sem á bíða. Langar að taka til máls hér undir fundargerð frá 10. febrúar. 10. fundargerður, löggæslumál á Akranesi. Langar bara að ítreka þakkir fyrir þennan fund með löggæslunni, lögreglustjóra á Vesturlandi og hann mætti fulltrúa frá þeim og það var virkilega gagnlegt og upplýsandi spjall og hvergi nær í lokin. Þannig að boltinn hjá okkur núna í stjórnsýslunni og ætlum að taka upp samtalið aftur til þess að tryggja það að málin verði í góðum farvegi og það verði öflug og góð löggæsla hér á Akranesi. Og það vissulega vonir okkar að það muni bara eflast enn frekar því að við erum svo sem ennþá súr yfir því að lögreglustjórinn hafi ekki endað hér á Akranesi á sínum tíma. Það er aftur á móti í fundinni. Mér langar undir fundargerðum bæjarráðs, ekki undir einum sérstökum lið, heldur að fá að misnota aðstöðu mína kannski. Hefði gert það ef það hefði verið fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs, en þær eru ekki á þessu fundi. En mér langar að forvitnast Semesveitin. Ef mér skjátlast ekki, þá var 10. desember ákveðið að Akraneskustad myndi taka tilboði Fastefli EHF í byggingarétt á alltaf 115 íbúðum á 6 lóðum á Semesveitin. Og Fastefli mun greiða rúmlega 800 milljónir fyrir lóðina. Ég langar svona bara að forvitnast og kannski spyrja nokkra spurninga þar sem aðeins á liðið frá 10. desember og hvar málið statt. Þá langar mig að spyrja, virkt samtal í gangi við viðkomandi fjárfesta? Við töluðum það þegar í bæjarstjórn reyndar að lokuðum fundi að við krefðumst ákveðna gagna viðkomandi fyrirtæki eða aðila og viljum í rauninni vita hvað á baki. 800 milljónir nú ekki teknar upp á götunni til þess bara að geta tekið þá afstöðu í góðri trú með bestu vaxtabönd og jafnvel teygjur. Þannig að ég vil vita í rauninni hvað þetta máli stað. Eins óska ég eftir því að málið verði tekið upp á fundi bæjarráðs á næstkomandi fimmtudag þar sem þá kannski bæjarstjóri eða starfsmenn eða embættismenn á skipulags- og umhverfissviðinu geta komið og upplýst okkur og frekar eitthvað sem ekki má koma fram hér á þessum fundi sem í opinni dagskrá. Ég óska að svara þessar spurningar. Takk. Bæjarstjóri Sævar Freyr sem fær orðið. Forseti bæjarfulltrúa, ekkert að nýttum var óskað eftir ég kemur upp og svara. Ég kem hér upp og spurningarna sem lágu fyrir sem virkt samtal í gangi. Það hefur því að það búið að vera mjög virkt samtal í gangi. Eftir að ákveðið var að ganga til viðræðna við þennan aðila að við skila til okkar gögnum sem við höfum kallað eftir. Síðan í samræmi við það sem bæjarfulltrúi Akraneskustad útboðsstjórinn hefur reynt á, þannig að það voru útboðsskilmálum sem fara fram á mjög ítarlega fjármögnun í verkefni og við erum með aðstoð bæði ytri lögmanns kaupstaðarins og endurskoðanda
fengið þá til þess að rýna í raun og gögn sem við hafa komið. Bara átt mjög gott samtal við þennan aðila og samstarf við hann útfærslu á því að hann klári að koma öll sem við viljum til þess að geta lagt málið fullt tilbúið fyrir bæjarráð til afgreiðslu. Og kemur þá til afgreiðslu, ég þori nú ekki að lofa því á 50 kemur að vera tilbúið til afgreiðslu og það sé ennþá mögulegt. Ætti ekki að fullbyrja því síðan bæjarráðsfundur það næsta skref. Það ætti fyrir að fá úr gögn sem að ykkar hlutverka með þessu fyrir fullkomið fyrir það sem við erum að vinna með. Þetta er rauninni bara búið að vera í eðlilegu ferli og við passaðu upp á að hvert skref sem við höfum gert fyrir við komið í og samstarfið með lögmönnum og endurskoðandi okkar. Og ég er bara ansi bjartsýnn á að þetta sé að þróast eins og við viljum að þróast. En það er hins vegar ykkar með. Fyrir aðstæður þess að Freyr Jónsson við laust. Þekkir þið bæjarráðs. Reyna bara Forseti ágætu bæjarfulltrúar, fyrst að þetta mál kom hér upp og þá ætla ég að hvetja til þess að það er ekki nóg í sjálfu sér að við getum tryggt að við fáum okkar milljónir. Ég held að vera alveg tryggt að verktakinn hafi það fjármagn af til þess að ljúka verkinu, þannig að við stöndum ekki frammi fyrir því eftir 3-4-5 ár að þarna er hálfbyggt hverfi og við munum í rauninni þá ábyggilega erfiðlega hjá okkur að bjóða önnur aðra reiti út þarna er til einhvers tíma og byggt hluti af þessu, þannig að það verður verið alveg tryggt að verktaki muni ljúka því verki sem hann byrjar á. Já, ég ætla ekki að fara að vilja ræða kannski framkvæmd á hvernig við ferum túlkana, en það er kannski ekki verið að fara mikið í það hér og lengja fundin, en fyrst við erum á þessum stað og þá eigum við að byggja það alveg og við fáum hverfi sem að verður lokið við á sómasamlegum tíma. Takk fyrir. Fyrir bæjarfulltrúi Hilmar Brandsson og eftir bæjarstjóri Freyr Jónsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar sem á síðan. Ég þarf bara að koma með ábyrgðingar sem að Hilmar Brandsson komið með og hann er í raun að fanga kjarna í þessu sem hann er að leggja. Það er það sem að við málum. Orðið er laust að nýju og bæjarfulltrúi byrjum við að gera svo vel. Næstur ég að bæjarfulltrúar aðeins okkur hlýðar. Ég ætla nú að fá að viðstóta aðstöðuna og tala þessi lið eins og það komið fórtanlega fyrir núna. Það er bara að spyrja út í Skagann og þeirra málið. Nú er orðið breyting á eignarhaldi þannig og fólk sem alltaf spáir í framtíðina og hvernig þetta verða og nú er þetta ákvarðið komið í eigu Batel og þetta er stóri vinnustaður með mikið af fólki í vinnu, iðnaðarmenn og aðrir og vissilega fara með að spá í framtíðina hvað gerist. Ég hef átt eitthvað samtal við þetta fyrirtæki og með það gera, hvernig þeirra hugmyndir eru. Þetta er svona
Það eins og segir, gluggan var gul og með það ekki lengur. Það var ekki svo rætt gert. Ég loki orðinu með einu málum. Þetta eitthvað með Guðjónsson og það orðið nýjum bæjarstjóri. Það Guðjónsson fyrir svo. Þetta ágætis bæjarfulltrúar. Það er alveg viðbúin í að þessi spurning kemur hér, en ég vil bara upplýsa, ég hef oft samtöl við forsvarsmenn fyrirtækisins sem að Garanti-X eða þá sem að eignast fyrirtækið að fullt. Það er mikill hugur í þeim að ætla sér að byggja fyrirtækið upp á Akranesi. Við erum með byggða leigusamninga í þeim samningum sem hér erum að ræða. Ég gerir ráð fyrir að þeir munu upplýsa þessi áform áður en allt líður og gerast. Þetta bæjarstjóri Sigurður Guðjónsson. Áður við höldum áfram og þá ætla ég að árétta að við við leitt tveimur málum í umræðina sem ekki voru á dagskrá bæjarráðsfunda. Þau verða ekki fleiri. Árétta það að við höldum okkur hér við umræðu á fundarliði sem eru í fundargerð bæjarráðs. Og orðið laust að nýju fundargerð bæjarráðs. Það er fyrir ekki lúkast að til. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á hér, ég ætla nú samt að fá að koma hér upp og þakka þau svör sem ég hef fengið við mínu erindi þó að það hefur utan dagskrá. Og ítreka það við formann bæjarráðs að setja þetta mál á dagskrá á mitt ásök. Bæjarfulltrúar Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er laust að nýju fundargerð bæjarráðs. Þessi hljóðs venjast af þessar þrjár fundargerðir bæjarráðs eru með framlagðar 7. fundarliður, málsnúmer 25/003, fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs á árinu 2022. Það er fram fundargerð 175. fundar sem framfór 15. febrúar síðastliðinn. Og þeir laust þessu fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs. Eftir að ræða hana og þessu svo þannig framlega. 8. fundarliður hefur málsnúmer 22/004, fundargerðir skóla- og vísindaráðs á árinu 2022 og lögð fram fundargerð á 104. fundi ráðsins sem það tók hann 15. febrúar síðastliðinn. Og orðið er laust fundargerð skóla- og vísindaráðs. Það er engin sem óskar að ræða hana, og svo þarf við framlega. 9. fundarliður hefur málsnúmer 25/057, fundargerðir og tilkynningar frá sambandi íslenskra sveitarfélaga á árinu 2022 og lögð fram fundargerð 906. fundar stjórnar sambandsins frá 4. febrúar síðastliðinn. Laust þessa fundargerð stjórnar sambandsins sveitarfélaga. Óskar eftir að ræða hana. Það er þessum þá hafa verið lögð fram. Fleira er ekki á dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar. Þakka bæjarfulltrúum fyrir öfluga fundarsetu að venju, góðar umræður og segi þessum fundi slitið.